Ein af kjarnaspurningunum sem við spurjum okkur hjá Activity Stream hvernig getum við hjálpað fyrirtækjum að bæta rekstur og veita betri þjónustu með hagnýtingu gervigreindar. Í þessum fyrirlestri þá ætla ég að tala rekstrargreind og það hvernig við hjá Activity Stream erum að svara þessari spurningu. Fyrst aðeins Activity Stream. Við erum ört vaxandi nýsköpunarfyrirtæki, stofnað af frumkvöðlunum Stefáni Baxter og Einari Sævarsinni. Fyrir 1,5 ári síðan vorum við 6 manns, við erum 25 í dag og erum þessa dagana að ráða í 11 ný störf. Starfsemin í Reykjavík og í Kaupmannahöfn. Það eru þá sölutengt störf sem að fara fram í Kaupmannahöfn og meðan önnur starfsemi hér á Íslandi. Við erum að þróa rekstrargreindarlausn, Operations Intelligence Platform, sem í rauninni almennur grunnur og innviði sem eru síðan útfærð og sérsniðin að völdum starfsgeirum. Gartner skilgreinir rekstrargreind sem hugbúnað sem að fylgist með og greinir rekstur frá stundu til stundar, vekur athygli á mikilvægum og áhugaverðum atburðum og styður ákvarðanatöku. Og aðeins til að setja þetta hugtak í samhengi, þá getum við í raun og veru sagt að því að rekstrargreind hvílir að stóru leyti á gervigreind, að rekstrargreind sé sértæk útgáfa af gervigreind. Og við getum líka litið á rekstrargreind sem næstu kynslóð af viðskiptagreind eða business intelligence. Fyrsti geirinn sem að Activity Stream hefur verið útfært fyrir og sérsniðið að miðasala á lifandi viðburði. Það þá tónleikar, leiksýningar, íþróttaviðburðir og svo framvegis. Fyrirtækið þegar komið með leiðandi kúnna beggja vegna Atlantshafsins. Bara sem dæmi ef að Justin Bieber að spila einhvers staðar í Skandinavíu, þá voru góða líkur til þess að öll miðasölugögnin sé að fara í gegnum kerfi hjá okkur. Og gaman að segja það frá því að við vorum nýlega tilnefndir til Ticketing Technology Awards í ár, en það eru stór tækniverðlaun í miðasölubransanum. Vinna við næstu geira, það að segja sérsníði Activity Stream að öðrum starfsgeirum þegar hafin og þeir eru sumir hverjir eins ólíkir miðasölu og hægt að ímynda sér. Hérna á eftir ætla ég að segja nokkur orð gervigreind, tala aðeins það hvernig við sjáum fyrirtæki framtíðarinnar fyrir okkur og hvaða tæknilegu forsendum slík fyrirtæki hvíla á og sýna síðan raunveruleg dæmi rekstrargreind. En hvað gervigreind? Þetta mikið stærri spurning en hún hljómar og það verður auðveldlega hægt að verja öllum þessum fyrirlestri og meira til í hana eina sér. Þetta orðið mjög stórt og viðtækt hugtak í dag. En þar sem við erum í hagnýtu samhengi, þá getum við leyft okkur einfalda hlutina dálítið verulega, skautað yfir söguna, fræðilegar hliðar og heimspekilegar hliðar og sagt eitthvað á þessa leið. Gervigreind safna aðferðum til gagnagreiningar og stýringar sem að leiðir til aukinnar sjálfvirkni. Getum litið á þetta sem verkfærakassa sem að inniheldur tól, sum hver í hraðri þróun, sem við getum beitt á gögn til þess að leysa verkefni. Mikil þróun hefur átt í stað og hröðun á þróun á sviði gervigreindar síðustu ár og þá sérstaklega á sviði tauganeta eða deep learning. Og það eiginlega við hæfi að taka smá útitúr hérna fyrst að fyrirtækið Nvidia með fulltrúa á þessari sýningu. Því að það nú tilfelli að það ekki bara nýjar vísindauppgötvanir sem að hafa stað á baku þessa hröðun á framgangi þróunar, heldur það líka betri vélbúnaður. Og þá ég ekki bara að tala betri örgjörva eða einhverjar ofurtölvur, heldur kemur þessi vélbúnaður úr dálítið óvæntri átt, nefnilega tölvuleikjum. Það kemur í ljós að til þess að þjálfa og keyra stór tauganet, þá þarftu að nota mikið til sömu reikniaðgerðir og þú notar til að búa til tölvugrafík, það að segja þrívíddargrafík. Og þegar þú keyrir tauganet á grafískum skjákortum,
þá færðu tífalda hraðaaukningu dæmigert sem skiptir bara mjög miklu máli. Grunnaðferðin sem tauganet að nota enn í dag, error backpropagation eða villubakflæði, hún var fundin upp í kringum 1980. Menn höfðu bara ekki vélbúnað þá til að kanna máttinar til fulls og vissi ekki einu sinni af því. Þannig að sem framleiðandi á grafískum skjákortum hefur Nvidia að spila góða rullu í þessari þróun. En aðeins þessi dæmi, gervigreind farin að kenna sjálfur sér að spila tölvuleiki, betur en menn, algjörlega sjálfstáðum á þess að vita neitt fyrirfram leikinn sjálfan eða leikreglunar. Vélrænar þýðingar eru í sífellu að batna. Þróun á sjálfkeyrandi bílum komin mjög langt á veg. Og hérna bara frétt frá því í síðustu viku. Nú sem sagt gervigreind farin að greina húðkrabbamein út frá ljósmyndum af sambærilegri nákvæmni og venjulegi læknar. Áhugavert app sem við getum síðan þar bráðlega. Síðan það þetta sigur gervigreindar á mannlegum meisturum í leiknum Go sem hefur mjög hátt flækjustig, mikið hærra en skák. Það tæknilegt afrek sem var ekki spáð að myndi gerast neitt alveg á næstunni, gerist nú samt. Og að lokum þá gervigreind komið með ímyndunarafl og orðin skapandi og farin að búa til málverk, tónlist og ýmislegt fleira. Þannig að þetta eru spennandi tímar. En hvað getum við sagt gervigreind á Íslandi? Nú, ef við skoðum bara starfstitla sem eru til á mismunandi stöðum, þá sjáum við ummerki það hjá nokkrum fyrirtækjum að það sé áhugi eða hagnýting þegar á gervigreind. Activity Stream þarna sjálfsögðu á meðal. Þetta á alls ekki að vera tæmandi listi og það eru fleiri aðilar eins og bara Nox Medical og Marorka sem hafa verið með fyrirlestrar hér í dag sem ættu heima þarna líka. Á fræðilegu hliðinni má segja að Háskólinn í Reykjavík sé fremstur í broddi fylkingar. Það þó sama hvort það mælt í birtum greinum eða fjölda viðurkenninga eða verðlauna. Og áhugavert að nefna í þessu samhengi að þar einmitt Vitvélastofnun eða Icelandic Institute for Intelligent Machines, en hún hefur það hlutverk að brúa bilið á milli akademíunar og atvinnulífsins þegar kemur að gervigreind. Aðeins mannauð, ég get talað af reynslu þarna vegna þess að ég að fara í gegnum það núna í 3. skipti að ráða gervigreindarsérfræðing hérna á innanlandsmarkaði. Ég verið alveg frábærlega ánægður með þá sem hafa komið til liðs við mig hingað til, en hef á sama skapi fundið fyrir því að það takmarkað framboð eins og Það jákvætt að það fer vaxandi eftir því sem fólk kemur úr námi og svo framvegis og það ánægjulegt líka að sjá það í hvert skipti sem við höfum auglýst þessi störf þá finnum við alltaf fyrir áhuga Íslendinga búsettum erlendis með þessa sérfræðiþekkingu sem hafa áhuga á því að snúa aftur heim og eru núna í fyrsta skipti að sjá störf sem þeir telja við sitt hæfi myndast og ekki bara hjá Activity Stream heldur víðar. Aðeins gagnamagn. Það nú þannig að fullhagnýting á gervigreind krefst mjög stórra gagnasafna. Þá erum við yfirleitt að tala tugþúsunda að minnsta kosti atburða, mælinga eða dæma. Þar sem að íslenski markaðurinn, innanlandsmarkaðurinn ekki mjög stór, getur þetta verið þáttur sem þarf að hafa í huga af því að það ekki alltaf sem að slík gagnasöfn af þessari stærð eru í boði. Að segja þetta nokkur orðum þá helstu eiginleika fyrirtæki framtíðarinnar sem við sjáum fyrir okkur. Gögn úr öllum kerfum þeirra eru sameinuð í rauntíma heildarmynd. Það að segja gögn eru ekki geymd og greind í einangrun heldur sameinuð og greind og skoðuð þannig. Mikilvægustu atriði sem þarfnast athygli starfsmanna eru sýnilegir á hverjum tíma. Það að segja starfsmönnum hjálpað að svara spurningunni hvert get ég beint athygli minni núna til þess að hafa sem mest jákvæð áhrif á reksturinn. Þegar atburðir gerast sem kalla á athygli rétt starfsfólk látið vita strax til þess að lágmarka viðbragðstíma. Tækifæri og rekstraruppákomur eru fyrirséð, það að segja
þegar hægt að segja eitthvað áhugavert framtíðina út frá þeim gögnum sem liggja fyrir, þá það gert og það gert sjálfkrafa og niðurstöðurnar eru nýttar allt sem ferli. Þessir eiginleikar hvíla á nokkrum forsendum. Sú fyrsta þá auðgun hrágagna. Þar sem við leiðum út viðbótar upplýsingar frá hrágögnunum og tengjum við viðbótargögn til þess að dýpka tengingu þeirra við umheiminn og gefa þeim aukið greiningargildi. Þetta geta verið hlutir eins og að tengja atburð við veðurskilyrði eða gengi gjaldmiðla þegar hann átti sér stað. Og allt út í það að leiða landfræðileg GPS-nýtt út frá IP-tölu viðskiptavinar. Gögn eru sameinuð í rauntíma og gögn eru sett í ríkt samhengi. Það að segja skoðið í samhengi allra hluta sem þau tengjast, allra hluta sömu tegundar og þess sem hefur áður gerst. Gervigreind, við þurfum öflugar aðferðir til gagnagreiningar og sú gagnagreining þarf að vera sífelld og sjálfvirk. Og síðustu sjálfvirk framleiðsla og afhending á aðgerðabærum ábendingum, það að segja áhugaverðum upplýsingum, ýtt til okkar á auðmeltanlegu og aðgerðabæru formi í stað þess að við þurfum að fara að grafa eftir þeim í hrágögnunum. Sem dæmi eina mögulega útfærslu af rekstrargreind undir þessum forsendum ætla ég að segja ykkur aðeins nánar frá Activity Stream lausninni. Það verður svona mjög óhlutdræg tilviksrannsókn eða case study. Ólíkum gögnum streymt inn í Activity Stream í rauntíma. Það þá hvort sem það eru gögn úr vefverslun, frá vefþjónum, ytri gögn eins og veður eða frá búðakössum og svo mætti áfram telja. Hafandi allar þessar upplýsingar býður kerfið að sjálfsögðu upp á mælaborð og rauntímaskýrslur sem að sýna lifandi mynd af stöðunni eins og hún núna og leyfir einnig að sjálfsögðu skoðun aftur í tímann. Það sjáum við bara dæmi úr miðasölu. Hérna hægt að fylgjast með lagerstöðu fyrir ákveðna vöru, sýningu í þessu tilfelli. Hvaðan viðskiptavinir að koma sem að kaupa miðana og ýmsar áhugaverðar upplýsingar hóp viðskiptavinana. Kynjaskipting, aldursdreifing, stærð pantana, hvernig kúnnar þetta, A, B eða C kúnnar, að vera þá dýrmætustu kúnnarnir í raun og veru. Og fjarlægð frá, þar að segja hvað heima langt frá þeim stað þar sem að sýningin haldin. Allir þekktir hlutir eru sífellt greindir í leit að áhugaverðum eiginleikum og hegðunarmynstrum. Þetta leyfir mjög hraða innsýn þegar hlutum flett upp í eðli hlutarins, hans helstu eiginleika, og verður til þess að gögn eru til þegar þau eru sem mest gagnlegust, til dæmis þegar viðskiptavinur hringir inn í þjónustuver eða þegar á að búa til markhóp, marketing segment, og sparar töluverða handavinnu og tíma við það að fara í hrágögnin og sjá þessa eiginleika út á handafli. Það sjáum við bara dæmi, þetta eru 2 kúnnar og við sjáum hann mjög hratt hvernig þeir eru mismunandi. Hérna vinstra megin eru við með B-kúnna, hann kaupir miða í ódýrari kantinum, gerir það með stuttum fyrirvara og tryggur kúnni, upplýsingar hans kaupsögu og hvers konar vörur hann hefur verið að kaupa. Meðan hérna hægra megin þá erum við með A-kúnna, hann tryggur kúnni, hann kaupir miða í dýrari kantinum, hrifinn á óperu og kaupir miðana sína með góðum fyrirvara. Við höfum útfært það sem við getum kallað sjálfvirka sérfræðinga eða agents, þar sem að hver sérfræðingur fylgist með ólíkri hlið af rekstrinum. Og hérna eru dæmi 4 slíka. Þetta Holmes, hann öryggissérfræðingurinn okkar. Þetta TC, hún fylgist með fjármálum og almennum rekstri.
Þetta er Providensia, hún er spákonan okkar, hún býr sem sagt til spár framtíðina. Og þetta er Sexen, hann fókusar á upplifun viðskiptavina á að verða í raun og veru svona hinn fullkomni gestgjafi. Eitt af því sem að þessir sjálfvirku sérfræðingar gera er að búa til rekstrar ábendingar og ég ætla núna að sýna ykkur nokkur raunveruleg dæmi þær. Hérna er öryggissérfræðingurinn okkar Holmes að benda okkur á það að grunsamleg kaup hafa átt sér stað. Hann gefur okkur lýsingu á því sem gerðist, hvers konar rekstrarábending þetta er. Við höfum þarna upplýsingar viðskiptavininn, hans fyrir kauphegðun og smekk, ásamt grunnupplýsingum atburðinn sjálfan. Þarna er ástæða til þess að skoða kaupin nánar og jafnvel hafa samband við viðskiptavinn og staðfesta kaupin. Og það er nú þannig í miðasölu að mest svik eiga sér stað síðustu dagana fyrir atburðinn og miði er náttúrulega algjörlega verðlaus eftir að atburðurinn hefur verið haldinn, þannig að bregðast hratt við þarna er mikilvægt í þessu tilfelli. Hérna er TC að benda okkur á það að það er ójöfn söludreifing fyrir sýningu sem er haldin á mörgum dagsetningum. Hún sýnir okkur þetta hérna myndrænt og það sem hún hefur áhyggjur af er að það er mjög mikill ójöfnuður í hversu vel er að seljast á þessar sýningar. Þarna er þá tækifæri til þess að efla markaðsstarf eða gefa afslátt á valdar sýningar, færa í minni sali eða jafnvel aflýsa. Hérna er gestgjafinn okkar, Sexen, að benda okkur á það að viðskiptavinur sem er að koma á sýningu á stóramæli sama dag, hann er að verða 50. Þetta gæti nú heldur betur verið tækifæri til að taka vel á mótunum, bjóða upp á veitingar, setja afmæliskort í sætið hans eða annað sem að hámarkar upplifun viðskiptavinarins. Annað dæmi frá gestgjafanum okkar. Þarna er hann að benda okkur á það að það er tryggur kunni að koma á sýningu. Sýnir okkur allar upplýsingar eins og áður og sýnir okkur líka það að hann er að fara á fleiri sýningar á næstunni. Hérna er síðan söluspá frá Providensia, spákonun okkar. Og ég get sagt á því þetta er einn af stöðunum þar sem við erum að nota tauganett. Hún er þarna spá fyrir framtíðarsölu á sýningu og bláa línan hérna er þá raunveruleg sala hingað til meðan appelsínugula línan er spáin. Og þessi spá er ekki góð, það er verið að spá þarna slökum endaspretti í sölunni og það verður langt frá því að vera uppselt. Þannig á grunni þessarar söluspár væri hægt að efla markaðsstarf eða hugsanlega færa þessa sýningu í minni sal. Hérna sjáum við aðra spá frá henni, þessi er öllu betri. Hún er að spá því að það verði uppselt á atburð á ákveðnu tímabili. Sjáðu hvernig kurvan lítur öðruvísi út. Og þarna er þá hægt að draga úr markaðsstarfi, spara þannig kostnað, jafnvel fjölga sýningum eða færa í stærri sal. Nú almennt þessar rekstrarábendingar getum við sagt eftirfarandi. Þær eru settar fram með ítarlegum upplýsingum samhengi atburða sem urðu til þess að mynda þær og það er auðvelt að skoða alla tengda hluti og atburði. Þeir eru svona one click away, getum við sagt. Þær styðja vinnuflæði, það er hægt að úthluta þeim, sjálfkrafa eða handvirkt á deildir eða einstaka starfsmenn og halda utan stöðu þeirra, það er að segja hvort þær eru nýjar í vinnslu eða lokið. Nú, samvinna, það er hægt að skrá athugasemdir á þær og draga annað samstarfsfólk að borðinu eftir þörfum með því að taka það í athugasemdum. Og sjálfvirkni. Rekstrarábendingin ein og sér getur verið kveikja að nýju ferli og mynda þannig keðjuáhrif og bara sem dæmi það getum við séð fyrir okkur eftirfarandi.
Við fáum slæma söluspá, þar sem er spáð dræmri sölu fyrir einhverja vöru. Söluspáin er síðan sjálfkrafa greind áfram og ferlið er síðan gangsett sem býr til líklegan markhóp út frá fyrirliggjandi kaupgögnum allra viðskiptavina. Það er augljóst þarna að það væri gott að hafa fleiri kaupendur að þessari vöru. Greining á markhóp, vöru og markaðsrásum er notuð til þess að búa til markaðsherferð og markaðsstjóra er einfaldlega afhent þessi ábending með öllum upplýsingum og búið að staðfesta herferðina og það er þá fyrsta mannlega aðkoman að þessu ferli. Þannig að bara til samantektar, væntingar til upplýsingatækni umhverfisins eru að breytast. Við munum ætlast til þess að þær ýti til okkar áhugaverðum upplýsingum á auðmeltanlegu og aðgerðabæru formi. Rekstrargreind mun efla starfsfólk og gera það skilvirkara og snjallfyrirtæki sem nýta sér rekstrargreind munu verða í yfirburða samkeppnisstöðu vegna viðbragðsgetu þeirra og skilvirkni. Þannig að ég þakka bara fyrir mig. Villimörkin eru kringum 10% hjá okkur núna, rétt tæplega, fer batnandi eftir því sem við fáum meiri gögn. Söluspáin er ekki fullkomin og við vekjum athygli á því, en samt nógu góð til að sé hægt að nýta hana. Já. Við erum að nota fleiri en eina og ég get sagt að við erum að nota NoSQL gagnagrunna og fleiri en einn af þeim. Það kemur í ljós fljótlega, getum við sagt sko, en ég get eiginlega ekki talað um það á þessum vettvangi eins og er. Ég vildi gæti það, en því miður. Við erum að nota TensorFlow og við höfum verið að nota H2O á Spark.